bikarinn á 5. dag. KR í undanúrslitum. Hvernig líst þér á möguleika að finna manna fyrir þennan leik? Já, þeir eru bara ágætir sko. Við erum að spila náttúrulega móti bara mjög sigursælu lið, Íslandsmeistarar síðastliðna 5 ára og þeir eru búin að vera í bikarúrslitum síðustu 3 ára allavega, þannig að við gerum okkur grein fyrir að við erum að fara í hörkuverkefni en förum bara fulli sjálfsins í það. Þú veist sem segir, KR verið alveg svakalega og sögulega sigursælt síðustu ár, bæði bikar og í deild. En verður störu einhvers konar lagði núna allavega í deildinni þegar febrúar er komin. Myndirðu segja að KR væri underdog í þessum leik þar sem þið eru í efsta sæti deildarinnar? Nei, þú veist, underdog, ég meina, jú, þetta er hægt að færa ykkur rauk fyrir því og segja, þú veist, við erum búin að vinna á því báðum leikjum í vetur og annar þeirra var náttúrulega bara í síðustu viku, en ég á erfitt með að tala um KR sem underdog í ferlinu sem er núna því að þarna er náttúrulega bara stór hluti af meistaraliði síðast árs og það er rétt eins og segir, þú veist, þeir hafa kannski ekki náð sér á strik í síðustu leikjum en fyrir utan Stjörnuna, hvaða lið hefur ekki átt slömp daga undanfarið, þú veist, þá er það bara þannig, við gerum ráð fyrir þeim beittum í bara hörkustríð og vitum sem er að við þurfum að spila mjög vel, við spiluðum vel á móti þeim í DHL síðast, við spiluðum vel á móti þeim fyrir áramót og þú veist, við höfum þar að leiðandi, þú veist, eitthvað svona, hvað ég segja, vísi af uppskrift til þess að vinna þá, en ég held við þurfum að spila betur, enn betur á fimmtudaginn því að ég gerir ráð fyrir þeim miklu sterkari heldur þeir hafa verið í síðustu leikjum. Það er bara með að ég bara út frá þeim gæðum sem maður er í þeirra hóp. Ég held að það sé engin hópur sem við varum að mæta sem hefur mikla breytt í 12 manna hóp og mikil þekking og reynsla og margir mjög sigursælir strákar, þjálfarinn unni mikið bæði með KR og Snæfell, þannig að það væri kjánulegt að halda það að við varum að fara í eitthvað easy verkefni. Við vitum að við þurfum að eiga toppdag til þess að koma okkur í úrslitaleik á laugardag. Þú er Njarðvík þó að Titlarnir hafa kannski ekki runnið síðustu á stórveldi í íslenskum körfubolta. Finnur þú fyrir pressunni að ég menna nú er Njarðvík bara með eitt besta ef ekki besta lið landsins þar sem af er tímabili. Finnur þú fyrir pressu frá stuðningsmönnum og að nú sé komið að því að ná í silfur í bikara og þetta sé mögulega sá fyrsti í aðferð? Sko, svo ég bara reyna að svara þessu eins vel og ég mögulega get. Pressan sem ég persónulega finn kemur náttúrulega fyrst og síðast frá sjálfum mér. Ég ger mér fyllilega greið fyrir ég er með gott lið í höndunum og við höfum alveg sýnt inn á milli bara ljómandi góða spilamennski í vetur. Við erum með breiðan hóp, við erum með á okkar viti góða samsetningu, við erum með 11 stráka, 14 sem eru uppaldir, 3 erlenda leikmenn sem eru bara flotti drengir, þannig að samsetningin á hópum er góð. Við vorum síðast í höllinni í bikar 2005, við unnum síðast Íslandsmeistaratitil 2006 og deildarmeistaratitil 2007. Við ætluðum okkur farandi inn í þennan vetur alltaf að vera meðal þeirra liða sem vildu berjast þessa titla. Við erum komnir í höllina og þú veist, við þurfum að taka 2 stór skref og við þurfum að fara í gegnum 2 mjög öflug lið til þess að klára titil. Stuðningsmenn, að sjálfsögðu hafa þeir vonir og væntingar og þú veist, en ég sofna alveg á kvöldin sko, að spá í einhverju pressu að þeirra hálfu sko, þú veist, pressan með þetta kemur bara fyrst síðast frá sjálfum mér að ná því besta út úr þessu liði og það er það sem við stefnum á helgina.